bjóðum helgan anda velkomin og við heyrðum á hvítasununni og lásum í Biblíunni hvernig Guð, Jesú Kristur, sendi heilagan anda og hvað gerðist. Og það hefur verið talað að nærveru Guðs. Hvítasunnsöfnunin talar oft að nærvera Guðs hafi verið í musturinu, en svo þarna varð hún sjáanlegri og heyranlegri sem nærvera Guðs í hverjum einstakling. Og þetta er afar merkilegur atburður því að Biblían lýsir því að það er svona eins og hvíslast eldtungur sem birtist yfir höfðum lærisveinanna. Og Guð birti sig í eldstólpa sem að fylgdi Ísraelsmönnum í eyðimörkinni. Svo það er margt sem að svona myndlíkingar sem við lesum. En þarna byrjuðu, predikunar og opinberanir lærisveinanna fyrir alvöru þegar að heilagur andi gaf þeim kraft og fyllti þá eldmóði og þeir prédikuðu og allir sem hlýddu á hvaða tungumáli eða þjóð sem þeir voru heyrðu á sínu tungumáli. Hversu stórkostlegt er það. Og svo síðan liðið mörg ár eins og segir í laginu og við erum ofta að biðja, gerir ráð fyrir og við biðjum til Guðs og við biðjum hvert á sinn hátt, á sinn persónulega hátt. Og ég hef beðið og ég beðið oft í bænum mínum að Guð sendi anda sinn til þeirra sem standa mér nærri og að andinn nái að hrífa og hafa áhrif á þetta fólk sem ég er með í huga í bæninni. Að andinn geti leitt til sátta, andinn geti leitt til kærleiksríkari samskipta, að andinn geti gefið sannleika og heiðarleika og já, listinn er langur. Semst allt það sem að gjafir andans innifela, breytingu í samskiptum, breytingu í talsmáta, breytingu í hugsanahætti. Og þessar bænir hafa stigið upp og fólk sem stendur mér mjög nærri, mæður barnabarna, ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í persónur, barsmæður sona míns og fólk sem var einu sinni í hjónabandi en svo fór allt, sprakk með hvelli, það er mörg ár síðan. Og einstaklingar sem að fyrrum voru í hjónabandi talast ekki við eins og fólk árum saman, meir en áratug. Og ég tala við þau. Ég hef en innbyrðis ekki talað saman og viðkomandi eru foreldrar sameiginlegra barna. Og þetta er erfitt. Og mörglingar þekki sjálfsagt hvað ég er að tala að það er þessi sundrung og það er þessi tregða til að tala saman eða tregða til að tala saman að virðingu, að fyrirgefa, að setjast niður og sumir geta það ekki, sumir hafa ekki ennþá komist þangað að hafa vit á því að tala rétt saman. En þetta var í bænum mínum. Og hvað gerir heilagur andi þegar við biðjum Guð að senda anda sinn? Það getur tekið mörg ár að gerast. En nú get ég vitnað það að núna þar á dögunum, bara gær, segin sver. Ég ætlaði að skreppa að kíkja á son minn sem býr í húsinu, en þá sá ég hans fyrirverandi stóð þarna og ég flýtti mér, ég bara spurði hana hvort hún væri með litla barnabarnið með sér, en það var ekki. Svo ég bara dró mig strax í hlé, vildi ekki trufla samtalið. Og svo heyrði ég í gærkvöldi vitnisburðin það að þetta samtal sem loksins átti sér í stað eftir meir en áratug hafi verið mjög, já, hvað ég má segja, gott, tímabært og til gagns. Ekki það að þau ætluðu neitt að fara að hafa mikil samskipti, en
þetta gerðist eitthvað sem ég var búin að biðja fyrir árum saman, aftur og aftur, að einstaklingar tveir sem tala saman viðurkenndu, sín brot, sitt skap, sín óhugsuðu orð, lygar, óheiðarleika, grimmd. Þetta var náttúrulega bara stál í stál, eins og við vitum í mörgum hjónaböndum sem splúndrast með látum að þar örvænting og þar sársauki og þar grimmd. En ég segi ykkur það, vinir, og ég svo þakklátt fyrir það í hjarta mínu, að ég var vitnaði hvernig heilagur andi leiðir, jafnvel fólk sem hafði ekki hugmynd hvernig þetta að tala saman og það var þessi, ég tala aldrei við hana meira og bara svona heift og afneitun og sársauki. Svo ég sá heilagan andaverk í gær. Þarna kom ung kona, móðir barnabannana minna, að titrandi á hnjánum og ég dáist að því hún hafði þetta hugrekki, hún bara fór og horfðist í augu við sinn fyrrverandi og þau ræddu saman, stórt skref. Og hún viðurkenndi sinn hluti í því að málin voru svona á hræðilegum stað í gegnum árin. Sem hefur haft bæði börnin þeirra, fullorðið fólk, í neyslu eða allavega voru í neyslu og því miður. Það yngra svolítið að hugga sig sem nú orðin 20. Og við erum bara að halda áfram að biðja. Áhrifin af sundrungu og skilnaði foreldra eru ofboðslega djúpstæð og sorgleg og oft á tíðum hræðileg á börnin sem standa á hliðarlínunni og horfa á ósköpun gerast. Hlusta á rifrildin eða... Ég tala nú ekki þegar komið á miðlana sem við höfum í dag og það var einmitt í þessu tilfelli voru Facebookar skilaboðin ógeðsleg. Þar voru árásirnir komnar á netið og verða þar allan aldur og ævi. Þú getur munað kannski hvað sagt og hvernig orð fljúga, en þegar við erum farin að setja það á miðlana, á netið, sem í þessu tilfelli svo algengt í dag, í nútímanum, þá það þarna, alltaf. Og við verðum bara að halda áfram að biðja Guð að senda heilagan anda sinn inn í öll tilfelli, þar sem óöryggi, sársauki og sundrung. Og ég tek við bara enn og endurtek, og það svolítið sérstakt að sonur minn, hann lenti í skrýtnum kringumstæðum fyrir nokkrum dögum, þessi sami sonur, sem var svo ákveðin í því að tala aldrei við þessa konu aftur af því að hún lét svo illa á sínu tíma í hefndarþorsta og sársauka og örvæntingu af því að honum fannst hún bara að hann væri ekki viðræðuhæf. En hann lenti í mjög skrýtnum kringumstæðum. Hann hafði fyrir nokkrum mánuðum síðan keypt sér dýran bíl, Tesla, og réttlætti það allavega að það væri ódýrar að reka bílinn því hann þyrfti að keyra svo mikið og allt þar fram eftir götunum. Og hann lét setja enganúmer á Tesluna, nafnið sitt, þannig að bílinn var kyrfilega merktur honum. En svo fór hann verða svona, ég bað Guð fyrir nokkru síðan að gefa honum þann heilaga anda að passa sig að vera ekki að safna verðmætum eða vera ekki svona ginnkeyptur fyrir því að eiga stór verðmæti, vera ekki þar, heldur að svona, af því hann í vegferð með AA og hann hættur að drekka. Nema hvað, að fyrir nokkrum dögum þá ákvað hann að selja bílinn og fá sér ódýrari gerð og hann fá mjög flottan bíl í staðinn. En Teslan fór og hugsið ykkur, þegar hann hjá bílasalanum og bílasalinn spyr kennitölu kaupanda og seljanda, þá virðist einhvern veginn
því svo hagað að kaupandinn með sömu kennitölu næstum því eins og sonur minn, semst hún á sama afmælisdag. Svolítið skrítið af því að það hefur einu sinni gerst áður í bílasamskiptum. Ekki nóg með það, heldur kaupandinn kona, kallaði sama nafni og konan sem hann sem slitu samvistum fyrir rúmi ári. Hversu kaldhæðnislegt það, svo ég segi þetta eins og ef hann sagði, að Gulla keyri burtu á Sturla, enganúmerinu. En svo náttúrulega fékk hann númer sitt aftur og færði það yfir á núverandi bíl. Og ég sagði, veistu það, að Guð að tala til þín, það þarf eitthvað að gera sig. Þetta er mjög undarleg tilvíljun að kaupandinn með sama afmælisdag og þú og kölluð sama nafn og konan þín og þetta táknar að hún keyri burtu á bílum sem merktur nafninu hans. Það eitthvað verið að hnippa í drenginn. Hvað þá? Nokkrum dögum seinna kemur hans þar fyrirverandi, barnsmóðir hans, sem hann skildi við út af þessari konu, sem kölluð Gulla, og talar við hann. Og ég sá, það sem ekki að gerast. Heilagur andi fer ólíka leiðir til að leiða fólk saman í samtalið. Gleymum því ekki. Hann öflugur. Til að deila þessu með þessu að þetta persónuleg reynsla. Við skulum aldrei gefast upp á því að biðja. Við eigum öll börn og uppkomin börn sem eru í ógöngum með sambönd sín og hjónabönd og börn sem eru hrygg og sorgmæti yfir erfiðleikum vegna sinna barna. En heilagur andi, hann notar alls konar leiðir til að hnippa í okkur. Og þetta bara mín upplifun og sannleikurinn eins og hann kemur fyrir nokkra daga gamall. Við skulum halda áfram að vegsama Guð.